Góðan daginn nemendur, hérna höldum við áfram með if-setningar. Vonandi eru kannski að lesa yfir glæðurnar aftur og ég mæli með því að kannski að kíkja aðeins í bókina. En hérna sjáum við if-setningu sem náttúrulega keyrir hérna og það er alltaf if, svo kemur svona svigapar, inni því er eitthvað skilyrði sem við setjum fram sem við athugum hvort það sé sönn eða ekki. Ef forritið myndi keyra hérna, koma að þessari if-setningu og athuga hvort að skilyrðin sem eru í svigaparinu séu sönn. Ef þau eru ekki sönn, þá förum við hingað í næstu else if og ef þau eru ekki sönn þar heldur, þá endum við hérna í þessari seinustu setningu 5. Við förum ekki inn í hinn 2 svigapörina undan. Ef að skilyrðin eru sönn hérna í fyrstu trú hérna, þá framkvæmist þessar 2 línur, geta náttúrulega verið fleiri, og við sleppum þá öllum þessum kóða hérna og öllum þessu kóða hérna. Og ef skilyrðin hinn í miðjunni eru sönn, það er að segja þessi hérna skilyrði, þá keyrist þessar 2 setningar hérna. Þannig að ef við erum með svona if-setningu, þá keyrist alltaf bara 1 af eftirfarandi. Og þessi setning getur náttúrulega verið lengri, getur verið if, else if, else if, else if, mjög löng. Það er líka hægt að hafa bara if, sleppa elsinu, hafa if eitthvað skilyrði, if eitthvað skilyrði, if einhver skilyrði. Og ef við erum með þannig, þá athugar hann alltaf allstaðar, þá hoppar hann ekki yfir. En við sjáum þetta líka kannski seinna bara í dæmum. Ok, hérna til dæmis er dæmi sauðakóða yfir í if-setningu. Ef einhvern er hærri eða jafnt á 60, þá nærðu áfangunum. Sauðakóði. Nú skellum við í C# kóða. If einhvern er meira eða jafnt á 60, þá nærðu. Og við sjáum hvað þetta er keimlíkt þessar 2 línur hérna og þessar hérna línur hér. Og þetta er einmitt skilyrðin. Þessi hérna lína. Hérna erum við að athuga hvort það innihaldi í breytunni einhvern sem meira eða jafnt á 60. Ef það er, þá náði ég áfangunum, annars ekki. Þannig að ef einhvern er 70, þá myndum við hugsa, er 70 meira eða jafnt á 60? Já, sem myndi þá vera trú, sem myndi þá þýða að ég hafi náð. Og hérna sjáum við þetta myndrænt. Og hérna komið þá else. Ef einhvern er hærri eða jafnt á 60, þá nærðu áfangunum, annars felluru. Ef einhvern er meira eða jafnt á 60, þá náður áfangunum, annars fjellstu, eða þú fellur. Þið sjáum líka þarna að þarna eru ekki slaufusvigapör eins og var dæminu undan. Það má sleppa slaufusvigapari ef við erum bara með eina línu fyrir neðan if eða eina línu fyrir neðan else. Mér finnst mjög góð regla persónulega að vera alltaf með slaufusvigapar. Bara venja mig á það frá byrjun. Þá gerir maður ekki svona einhverja klauðavillur. Og hérna erum við komið með kóða loksins. Mjög skemmtilega kóða. Ég mæli með þeim til að pikka þetta inn og við gerum það kannski eftir þegar ég fyrir að loksins að sýna ykkur kóðadæmi fleiri. Hvað haldið þið að myndi hérna skrifast út þarna? Við erum notað samanburðarvirkjan, nú sjáum við hérna. Og við gildi í breytunni tala er 0. Er 0
jafnt og 0 trú, er það ekki? Þannig að talan er 0. Þá myndi það birtast út. Ef ég myndi pröfa að breyta þessu 10, þessari hennar, þá myndi við hugsa, er 10 jafnt og 0? Nei, það myndi gefa okkur false. Hérna, þetta myndi gefa okkur false. Og þá myndi við keyra hérna í þessa else-setningu og þá kæmi talan er ekki 0. Sniðugt, ótrúlega skemmtilegt. Þetta er mjög skemmtilegt, þessar if-setningar. Hérna, annað dæmi. Nú erum við stærri en virkjan og við erum með 2 tölur hérna. Tala 1, eða breytan tala 1 er 3, breytan tala 2, innihaldið gildið 4 og við skoðum. Er innihaldið í breytunni tala 1, sem er í þessu tilfelli 3, er hún stærri en innihaldið í breytunni í tala 2, sem í þessu tilfelli er 4? Er það trú? Er 3 stærri en 4? Nei, þá er það false. Þá sleppi foreldrið þessum hérna línum og fyrir beint í þessa hérna else setningu. Þetta er ótrúlega skemmtilegt. Ég mæli með að þið pikkið þetta inn og breyti þessum gildum hérna og skoðið þetta aðeins og sjáu hvernig þetta virkar. Betur. Nú ætla ég að stoppa hérna og halda svo áfram eftir smá stund í öðru fyrirlestri. Takk í dag.